Það alveg óskaplega margir snillingar inn í dag. En nú komið að lokum og ég vil þakka ykkur fyrir góða þáttöku og áhuga á þessum umræðefnum sem hér hafa verið til umræði í dag. Þáttaka ykkar mjög mikils metin. Ég vil eins þakka herra Ólafi Ragnari Grímssyni, fyrrverandi forseta, fyrir hans nærveru hér og ávarp sem hann flutti fyrir í dag og herra Guðna T.A. Jóhannessyni, forseta Íslands, fyrir hans ávarp og óneitanlega talsverða hressingu svona í lok málþings, bjartsýni og von. En það ein manneskja sem á eftir að þakka og biðjum að koma hér á svið og það Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og formaður þjóðaröryggisráðs, sem var góð hvatning fyrir mig og okkur sem stóðu að þessu, alltaf jafn ánægð með hvaða skref sem voru tekin í þessu undirbúningi. Gjörðu svo vel, Katrín. Kæru gestir, ég ætla nú ekki að nýta lokaorðin til að endursegja allt það mikilvæga sem hér hefur verið sagt, en vil byrja á því að þakka ykkur öllum sem hér hafi verið í dag og fylgst með umræðum og tekið þátt í umræðum og ekki síst ykkur, Guðni og Ólafur, kæra þakki fyrir að vera með okkur í dag. Það margar hugsanir sem hafa vaknað hér í gegnum daginn og það í raun og veru alltaf jafn merkilegt að rifja upp stofnun fullveldisins sem var engan veginn sjálfgefin, var við erfiðar ytri aðstæður, en reyndist leið þessi mikilvægi aflgjafi til framtíðar og ég ekki nokkrum vafa það þegar við horfum á sögu fullveldisins. Saga okkar hefði orðið allt önnur ef við hefðum ekki orðið frjáls þjóð, frjáls og fullvalda þjóð, færum að velja okkar eigin örlög. Það búið að vera mikilvæg umræða hér og mér finnst umræðan hér í dag endurspegla í raun og veru að öryggismál eru breytt og við tölum öðruvísi öryggismál en áður og þjóðaröryggisstefna Alþingis sem samþykkt var á sínum tíma sem endurspeglaði þessa breiðu sýn sem ég kom að hér í upphafi. Ég skynjaði það hér í dag á öllum þessum umræðum að þegar við ræðum öryggismál og fullveldi þá erum við á allt öðrum stað á nýrri öld. Og það eru mikilvæg mál sem stóðu upp úr fólki hér, orkuöryggi, matvæla og fæðuöryggi, mál sem ekki hefðu verið talin til öryggismála hér þegar ég var að alast upp, en eru núna komin í miðpunkt öryggisumræðu og mjög mikilvægt að við bregðumst við. Ég vil til dæmis segja það að sú matvælastefna sem við að móta fyrir Ísland, hún á meðal annars snúast matvæla og fæðuöryggi, að við tryggjum hér bæði að við getum verið sjálfbærari matvæli en líka að við séum að tryggja örugg matvæli. Orkuöryggismálin voru hér mikið til umræðu og það þetta líka einstakt tækifæri sem felst í þeirri stöðu að eiga þá endurnýjanlegu orkugjafar sem við eigum, sem getur gert okkur óháðari innfluttum orkugjöfum, ekki síst ef við nýtum þá með réttum hætti og þá hlýt ég að nefna til að mynda aðgerðaáætlun um loftslagsmál þar sem við hyggjum á orkuskipti í samgöngum sem getur einmitt tryggt betur stöðu okkar í alþjóðasamfélaginu og gert okkur óháðari efnahagslegum sveiflum við innflutning á orkugjöfum. Hér var rætt aðeins stjórnarskrá, framsalsákvæði, það að segja framsal valdheimild á afmörkuðu sviði, en ég hlýt að nefna það líka út frá umræðunum orkumál og því sem sagt var hér að fullveldis hugtaki væri nátengt því að borgararnir gætu notið gæða landsins og nýtt það til uppbyggingar samfélagsins. Og ég hlýt líka að nefna auðlindaákvæðið sem við höfum nú rætt svo lengi á vettvangi stjórnmálana. Og þessi umræða hér var mér að minnsta kosti hvatning inn í þá vinnu sem stendur yfir á vettvangi formanna stjórnmálaflokka að það mikilvægt að við náum áföngum í stjórnarskrárbreytingum og þetta tvennt þar til umræðu. En síðan vil ég segja það, mér fannst bara greiðarlega gaman síðan að þessum síðasta panel hér, ég heyri það hún Helga hjá Persónuvernd, hún líklega eina konan á Íslandi sem meira að hugsa tæknina en ég, því ég horfði á myndina Terminator 1 of snemma í mínu lífi og hef bara beðið eftir yfirtöku vélana síðan og ég heyri það bara við erum þarna, þú hefur kannski séð þessa mynd líka of snemma, en þetta þetta gríðarlega mikilvæg umræða
og mér var nú hugsað til þess undir þessari umræðu að hann Erik Milke hefði nú verið ánægður með Facebook og Co. sem eru bara búin að stofna hér stafrænt panoptikon og það þarf ekki að njósna fólk lengur, heldur setur það bara allar upplýsingarna sjálft á netið og býður þetta fram þannig að hann hefði getað sparað stór fé við reksturinn á Stasi og haft þetta bara allt svona sjálfbært eða þeir hefði fundið upp á þessu á sínum tíma. En það er líka margt annað sem maður hefur séð að því að við viljum auðvitað hafa það þannig að interneti sé hinn frjálsi vettvangur þar sem allir eru jafnir. En leið sjáum við að meiri auður safnast á færri hendur með jafnvel hraðari hætti en við höfum séð áður til þessara örfáu netfyrirtækja sem hafa náð að safna til sín þekkingu til þess að hagnast á upplýsingum og gögnum. Og þessi ójöfnuður birtist ekki bara í uppbyggingu fjármögnunar og rekstrar internetsins og samskiptamiðlana heldur líka bara í því hvernig við nýtum samfélagsmiðlana. Því stærstu stjörnunar á netinu, þær hafa milljónir og tugmilljónir fylgjenda en þeir sem eru mestu stjörnunar fylgja engum. Og þar birtist inn raunverulegi jöfnuður á internetinu þar sem við höfum öll að vera jöfn og öll að hafa rödd en svo eru bara sumir jafnar en aðrir. Og að því að hér var rætt Vilhjálmur Egilsson nefndi að hann vildi fá fact-checkerinn sem fannst góð hugmynd, en hver á að forrita fact-checkerinn? Því sá getur nú ráðið ansi miklu hvað verður sagt og hvað ekki. Og að lokum líka með menninguna sem hluta af fullveldi þjóðar. Og það nefndi hann Marteinn Sindri hér. Og það er kannski þáttur sem við vanrækjum stundum þegar við ræðum einmitt ríkið og þjóðina, varnir okkar. En allt þetta skiptir máli vegna menningarinnar og þess sem gerir okkur að mönnum og gerir okkur að íslensku samfélagi, það er menningin sjálf. Og það skiptir máli líka við höldum því til haga þegar við ræðum þjóðaröryggi, þessu skaut svona bara upp í hugan á mér áðan. Að það er kannski til lítils ef við til dæmis bara hættum að tala íslensku og tökum upp ensku. Er það ekki bara öryggisvá? Ég horfi bara á ritara þjóðaröryggisráðs og segi þurfum við ekki bara að fara að ræða stöðu tungumálsins þegar við ræðum þjóðaröryggi. En það sýnir hversu margir þættir skipta máli þegar við ræðum fullveldi og þjóðaröryggi, að þetta er ekki umræða lítið horn af samfélaginu heldur snýst öryggi borgarana allra. Og ég vil bara þakka ykkur öllum sem tókuð þátt hér í dag. Þetta búið að vera mjög gagnleg umræða. Og þótt hún hafi verið send út í gegnum hann Zuckerberg þá vona ég að fleiri hafi getað notið hennar í þessu streymi. En það skiptir máli einmitt að við höldum inn í nýja öld fullveldisins með þennan sjóð að við nýtum þessi tímamót sem við höfum átt á þessu ári til þess að læra af sögunni og endurnýja það afl og þann kraft sem fullveldinu hefur fylgt hingað til. Því áskoranirnar framundan eru svo sannarlega stórar og mikilvægar. Kæra þakkir fyrir daginn.